Komið sæl. Núna þegar komið sumartími hjá okkur hér í Boðunarkirkjunni, að þá langar mig í sumar að nota tækjafærið, þess að ég verð kannski mikið hér við ræðustólinn að renna eitthvað yfir einhverja kafla í Opinberunarbókinni. Ég mun vantarlega ekki ná að fara yfir alla Opinberunarbókina, en það eru það 22 kaflar og margir þeirra mjög yfirgripsmiklir. En við skulum bara sjá hvað ég kemst langt og við bara stökkum út í djúpulaugina og förum í þetta efni. En í dag þá langar mér bara fyrst og fremst að fara og gefa ykkur smá inngang og yfirsýn yfir þessa bók og kannski taka fyrsta kaflan sem núna eiginlega bara inngangur mestu leyti. Og sjá hvað við getum lært af þessu. Það er kannski fyrst frá því að segja að Opinberunarbókin var skrifuð af Jóhannesi þegar hann var staddur á eyjunni Patmos það bil 96 eftir Krist. En hvað var til þess að hann var staddur þar? Það var þannig að Títus var rómverskur höfðingi sem ríkti við eyðingu Jerúsalem árið 70, en hann dó skyndilega árið 81. En eftir hann tók yngri bróður hans Domitianus við á hann. Hann ríkti frá árinu 81 til 96 eftir Krist. Og hann var allt annað en vingjarnlegur gagnvart hinum kristnu. En samt sem áður þá breyttist kristnin út og út Rómaveldi og kristni var umborin vegna þess að kristnir menn voru ekkert menn óskunda eða eitthvað skæru hernað eða eitthvað þess áttar á þessum tíma. En þá er spurningin hvers vegna voru kristnir menn ofsóttir í heimsveldinu. Ekki vegna þess að þeir væru kristnir, heldur vegna þess að þeir voru ekki tilbúnir til að tilbiðja keisarann. Og þeir vildu aðeins tilbiðja Guð. Og Domitianus, hann hélt því fram að hann sjálfur væri Guð á jörðu. Og hann krafðist þess að menn skyldu tilbiðja hann. Þannig að Jóhannes var þarna orðinn síðasti eftirlifandi postulinn. Hann var á níræðisaldri og var augljóslega ekki tilbúin til að falla fyrir þessum trúalega stjórnmálasambandi ríkis og endaði því sem útlægi á eyjunni Patmos. Ég vil kannski skjóta því inn hér að því ég glemdi því áðan að ef þið hafið einhverja spurningar, og kannski svo að þetta tegist nú ekki á langinn hér, að þá kannski fyrir ég ekki að svara þeim hér, en endilega látið mig vita. Ég geti sent mér tölvupóst eða sent mér á Facebook einhverja spurningu og ég reyni þá bara að svara því næst. En höldum áfram, þetta segir okkur svolítið varðandi Opinberunarbókina. Ástæðan fyrir því að Jóhannes var gerður útlægur er svo að hann neitaði að fylgja þessu pólitíska og trúarlega valdi sem Domitianus hafði þröngvað upp á. Og er það ekki merkilegt að það kemur ítrykkað upp þessi staða að fólk er þvingað til að tilbiðja á einhvern annan hátt en samviska þeirra segir þeim að gera. Við sáum það hjá Ísraelsmönnum í Egyptalandi, þar sem að Faraó hann leit á sjálfan sig sem Guð og allir áttu að tilbiðja hann. Og einnig hjá Daniel og félögum hans í Babylon, sem var varpað í eldsofn og ljónagrefju fyrir að hunsa fyrirskipanir konungsvarðandi tilbeiðslu. Og við sjáum það hér á tímum Jóhannesar hvernig hann endar í útlegða eyjunni Patmos fyrir að vilja ekki tilbiðja keisarann eins og hann væri Guð. Og við sjáum það víða í kirkjusögunni hvernig þeir sem stóðu gegn því sem kirkjan kendi voru ofsóttir og þar sem þeir vildu ekki viðurkenna páfa sem staðgengil Guðs á jörðu. Og svo Opinberunarbókin segir okkur að slíkar ofsóknir munu verða líka í framtíðinni að þegar samvisku frelsi verður enn á ný ógnað. Og Jóhannes þekkti þetta af eigin raun. Og sem fjalla kaflarnir 13, 17 og 18 tíma sem er framundan þar sem ríki og kirkja verða aftur saminuð
og þá fáum við aftur að upplifa slíka þvingunar aðgerðir til tilbeiðslu gegn okkar eigin samvisku. En skoðum fyrstu 2 versin í Opinberunarbókinni. Opinberun Jesú Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónum sínum það sem verða á innan skamms. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesú Krist allt það hann sá. Og þannig að Opinberunarbókin, hún talar til allra kynslóða. Hún fjallar sérstaklega deilan á milli Guðs og ills á síðustu dögum. En þetta opinberun Jesú Krist. Hvaðan fékk hann þessa opinberun? Það segir þarna sem Guð gaf honum. Og til hvers var hann að því? Til þess að sýna þjónum sínum það sem verða á innan skamms. Og takið eftir þessari atburðarás sem á sér stað þarna. Guð hefur eilífan boðskap sem hann vil gefa mannkyninu. Guð gefur Jesú þennan boðskap og Jesú sendi það með englinum til Jóhannesar og Jóhannes skrifar niður boðskapin. Og þegar við lesum Opinberunarbókina þá þurfum við að gera okkur grein fyrir hvaðan hún komin, hver uppruni hennar. Að þetta ekki neinn venjuleg bók, þetta boðskapur sem Guð hefur gefið okkur. Þetta ekki gefið til að við getum bara hunsað þetta og lagt þetta til hliðar. Þetta gefið okkur til að við getum vita hvað verða skal innan skamms, eins og segir þetta. Ef Guð sá ástæðu til þess að gefa okkur slíkan boðskap, ættum við þá ekki að taka við honum og þennan boðskap, taka við þessum boðskap og lesa hann og skilja hvað Guð hefur við okkur að segja. Svo sjáum við hér í versi 3 að Guð gefur okkur sérstaka blessun þegar við tökum við þessum boðskap. Viljum við ekki öll fá blessun Guðs? Og það segir hérna í versi 3, sæll sá. Og hvað þýðir það? Við erum sæl eða við erum blessuð. Sæll sá lesast í spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim ritað, því að tíminn í nánd. Og þegar við lesum Opinberunarbókina munum við njóta blessunar Guðs og við verðum sæl eða blessuð og síðan segir hérna sæll sá les og þeir sem heyra. En að heyra ekki bara að heyra með eyrunum. Það þýðir að heyra og meðtaka og skilja. Og svo það eitt að lesa Opinberunarbókina og það eitthvað annað að skilja hana. Og svo segir einnig þarna að þeir sem varðveita það. Opinberunarbókin ekki gefin okkur einfallega til að kýtla eyrun, heldur hún gefin til að breyta lífi okkar, hafa áhrif inn í okkar líf. Og við þurfum að varðveita þetta í hjörtum okkar. Og þegar við gerum það, þá breytist líf okkar. Og svo segir því að tíminn í nánd. Svo hvað það sem í nánd? Það þurfum við að vita. Því að það Guð vill að við vitum hvað í nánd. Annars hefði hann ekki verið að gefa okkur Opinberunarbókina. Og hann vill ekki að koma okkur á óveru. Og við skulum fá smá yfirsýn yfir það hvað í nánd og renna snöggvast yfir þessa bók til að fá heildar yfirsýn. Kafli 1 inngangur á bókinni og birtis okkur Jesú sem upphafið og endurinn og hann hefur kirkju sína í hendi sér og hann annt fólki sitt og vill gefa okkur ekki bara umvöndun heldur hvatningu og innsinn í það sem að koma skal. Og nú kafla 2 og 3, það talað söfnuðina 7 sem tákna 7 tímabil kirkjusögunar. Boðskapurinn sem gefin þessum söfnuði endar alltaf á þeim sigrar. Og boðskapurinn það alveg sama í hvaða ástandi þú ert, hvort sem þú ert ofsóttur eins og kirkjan í Smyrna eða þú stendur frammi fyrir málamiðlunum eins og kirkjan í Pergamos og hvort sem þú ert orðinn ánægður með sjálfan þig eins og kirkjan í Laodíkeu. Hvar sem þú ert staddur þá hefur Jesús mátt til að gera þér kleift að sigrast á því ástandi sem þú finnur þig í. Svo boðskapurinn til safnaðana sigur boðskapur. Kristur gerur okkur kleift að sigrast á hvaða freistingum og prófrunum sem Og þá höfum við kafla 4 og 5. 4. kafli fjallar Krist skapara og vers 11 segir Verður þú drottin voru Guð að fá dýrðin á heiðurinn og máttin því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir.
Og 5. kapli fjallar Krist sem endurlausnarann. Og vers 2 segir, hver maklegur að ljúka upp bókinni og leysa innsigli hennar. Og það kemur í ljós að það aðeins Jesús sem maklegur vegna þess að hann keypti okkur með blóði sínu. Og þetta gefur tóninn fyrir restina bókinni, því djöfullinn mun ráðast á Jesús sem skapara og sem endurlausnara og jafnvel sem konung og Jesús hann mun taka þennan heim eftir þrengingatíman sem framundan eftir að hann liðinn. En djöfullinn mun beita öllu sem hann á til að reyna að koma í veg fyrir það og það mun ekki skila tilætluðum árangri því að það Jesús sem sigrar. Svo það kaflarnir 6, 7 og fyrir hlutin á 8. kafla, innsiglin 7 og hvað snúast þau? Hvíti hesturinn, rauði hesturinn, svarti hesturinn, föli hesturinn og svo framvegis. Og þemað kirkja, Krists, kúuð og ofsótt, en kirkjan mun sigra. Og þegar innsiglin eru opnuð birtast rittarar á hestum og það verða ofsóttnir og það mun verða hinna myrku miðaldir. En kirkjan mun komast í gegnum þetta allt, sigur sæl. Því að hvernig endar þetta allt saman? Þetta endar með því að með sigri Jesú Krists. Og svo það 7 básúnur í seinni hluta 8. kafla og þeim 9. Básúnur dómsins. Í Ísrael á friðþægingadaginn í lok ársins þá voru 10 dagar af lúðrablæstri. Það var dómur, básúnur dómsins. Og þetta eitt gott dæmi það hvernig Opinberunarbókin notar tákn úr Gamla testamentinu í lýsingum sínum. Öll veraldleg öfl sem vilja tróða á samvisku frelsinu verða að lokum dæmd. Og þá það 10. kapli, það eru 3 kaplar í Opinberunarbókinni sem fjalla hið sanna fólk Guðs eða hinn sanna söfnu kirkju Guðs. Og það eru kaplarnir 10, 12 og 14. Og Opinberunarbókin 10. kapli fjallar sögulega uppgang fólks Guðs við endatímana og Guð reisir upp fólk við endatímana og það segir frá vonbrigðunum miklu og Opinberunarbókin 12 lýsir einkennunum, hvað einkennir kirkju Guðs, lokatímana. Og þeir munu vera honum trúur og hlýnir og 14. kaplinn boðskapinn að sönnu kirkju Guðs. Svo þú hefur 3 kapla hið sanna fólk Guðs á lokatímanum. Sögulegur uppgangur, einkenni fólksins í kapla 12 og 14 og þar finnum við boðskapinn sem fólk Guðs þarf að flytja fyrir loktímana. En hvað með 11. kapla, hvað snýst hann? Hann fjallar tíma þegar að trúleysi myndi reyna að þurrka út orð Guðs en orð Guðs sigrar eins og kemur fram í 13. kaplanum. Nú kaplarnir 12, 13 og 14 eru í raun tengdir og þau þurfum að horfa á það í samhengi til að sjá heildarmyndina. Í 12. kapla það drekinn sem ofsækir konuna sem kirkjan en það reyndar saga hans rakin allt frá því að hann dróð 3. af englum himinsins í lið með sér allt fram á lokatímanum. Og Opinberunarbókin 12:17 segir þá reiddist drekinn konunni og fór burti þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar þá varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð í Jesú. Svo Guð hefur þetta fólk í lokatímana en dýrin þau rísa upp og í 13. kapla ertu með 2 dýr sem er í rauninni stjórnað af drekann. Það dýri sem rís upp á hafinu og annað dýr sem rís upp á jörðinni og bæði þessi dýr ráðast á fólk Guðs. Og Opinberunarbókin 13:1 segir þá sá ég dýr stíga upp á hafinu, það hafði 10 horn og 7 höfuð og á hornum þess voru 10 ennistjást og á höfðum þess voru guðlaustunnar nöfn. Dýrið sem ég sá var líkt pardustýri, fætur þess voru sem bjarnafætur og munnur þess eins og ljónsmunnur. Drekinn gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið og eitt af höfðum þess virtist sætt til ólífis en banasár þess var heilt og öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. Og hér það á að verða að dýrið það rísu
stjórnmál og trúarbrögð sameinast, að engin maður getur keypt eða selt, fólk Guðs kúgað og dýrið rís upp af jörðinni sem sameinast fyrra dýrinu, pólitískt vald og trúarlegt vald sameinast. Það er þessi tilraun til að tortíma fólki Guðs, en fólk Guðs er trúfast. Og Åpenbarnarbókin 14 segir frá fólki Guðs sem sigrar með honum í allri ílsku jarðarinnar og Jesús kemur til að uppskera, endalega uppskeru jarðarinnar. Svo er það kaflarnir 15 og 16, Åpenbarnarbókin 15 og 16 þeir fjalla síðustu plágurnar 7 og dóma Guðs. Og dómar Guðs höfðu komið fram áður í kafla 8 og 9, en þarna eru síðustu plágurnar rétt fyrir endurkomu Krists. Eða eins og segir þarna í 15:1, með þeim fullnaðist reiði Guðs. Síðan bendir Guð á skækjuna miklu í Åpenbarnarbókinni 17 og konu sem táknar fallna kirkju og situr á skarlatsrauðu dýri. Og þar fá við nánari lýsingu af því sem þegar hefur komið fram í kafla 13. Og í 17 og 18. kafla sjáum við þrennskonar afl, stjórnmálarsamband, trúarsamband, efnahagssamband. Og þetta er ótrúlega merkileg kaflar, að þar sjáum við að við erum rétt á mörkum þess sem lýst er þar. Åpenbarnarbókin 18 vers 1 segir að eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Guð kallar á þá sem hafa látið villasta boðskap þess veraldlega valds að koma út úr því. Og hann segir, nú er ég aðeins á undan sjálfur mér, gangið út af henni mitt fólk. Svona, gangið út af henni mitt fólk, út af henni. Svo er heilagur andi úttelt og kirkja og ríki hafa sameinast. Efnahagsveldin hafa sameinast en það bandalag endist ekki, það mun líðast í sundur. Og Jesús kallar sitt síðasta kall, fólk mun koma út og sameinast fólki Guðs. Kafli 19, þar höfum við 4 halleluja. Halleluja, drottinn Guð vor almáttugur ríkir. Og halleluja, Jesús kemur sem konungur konunga og drottinn drottnana. Og svo er það síðustu 3 kaflarnir, 20 og 21 og 22. Þar höfum við svo nýjan himinn og nýja jörð. Og Biblían byrjar í 1. Mósebók með fullkominum heimi. Og Biblían endar í Åpenbarnarbókinni 21 og 22 með fullkomin heim. Og hér er lykilatriðið Åpenbarnarbókina að Jesús sigrar, Satan tapar. Og það er þema Åpenbarnarbókarinnar. Jesús sigrar. Og hvað verður Satan? Hann tapar. Åpenbarnarbókin er åpenbærun Jesú Krist sem lamb Guðs sem dó fyrir okkur, æðsti prestur okkar sem lifir fyrir okkur og mun koma aftur fyrir okkur. Og okkur er bent á að Kristur, hann mun aldrei yfirgefa sitt fólk. Við förum aðeins aftur yfir í 1. kaflan í Åpenbarnarbókinni. Það segir hérna í versi 4. Það segir frá Jóhannesi til safnaðina 7 í Asíu. Og þessi kaflar þeir eru skrifaðar svo að þeir geti varðveist fyrir okkur. Og segir náð sé með yður og friður fyrir honum sem er og var og kemur. Náð og friður. Náð er grískt hugtak, þannig það er náð Guðs og blessun Guðs yfir þig. Og svo er það friður, það er hebreska orðið shalom, innri friður, sem þýðir að þegar þú rannsakar Åpenbarnarbókina mun hjarta þitt fyllast af friði, því að þú munt hafa tilfinningu fyrir því sem er að koma yfir þennan heim, en á sama tíma það gerir þau grein fyrir því að Guð er samt sem áður við stjórnvölin. Og frá hverjum kemur þetta? Náð sé með yður og friður frá honum sem er og var og kemur. Guð Faðir. Þetta orðatiltæki sem er, það minnir okkur á 2. Mósebók 3:14, þar sem Guð
eða það sem Móses kemur að runnanum og hann brennur ekki. Og þá það sem að Guð kynnir sig sem ég er hinn eilífi, sá sem er til af sjálfum sér. Og þessi tjáning sem er sá sem aldrei átti upp á og hefur engan endi, hinn eilífi Guð. Og síðan kemur þarna svolítið merkilegt að það segir, síðan segir þarna frá öndunum 7 sem eru frammi fyrir hásæti hans. Hvað snýst þetta? 7 andar. Og talan 7 gefur til kynna heilagleika eða fullkomnun. Og þú hefur 7 kirkjur, og það þýðir ekki að það sé bara 7 kirkjur eða söfnuðir. Það þýðir að þeir eru fulltrúar hinnar fullkomnu kristnu kirkju. Og það eru 7 ljósastykur og 7 innsigli og 7 lúðrar og margar 7 í Åpenbararbókinni. Og þannig getum við litið þetta sem fullkomna þjónustu heilags anda til kirkju Guðs á síðustu dögum. Einhvers staðar í Biblíunni sem að tala um 7-falda þjónustu heilags anda. Förum hérna yfir í Jesaja 11. kafla á vers 2. Hér nefnir Jesaja 7-falda þjónustu heilags anda í þessu versi. Segir, yfir honum mun hvíla andi drottins, það nummer 1. Andi vísdóms, 2, og skilnings, nummer 3, andi ráðspeki, nummer 4, og kraftar, nummer 5, og andi þekkingar, nummer 6, og 8, drottins, nummer 7. Og fyrsta lagi andi drottins, fyrsta þjónusta andans að opinbera Jesú, hann andi drottins. Og mundu hvað Jesú sagði í Jóhannes 15:26, hann sagði að þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yfir frá föðurnum, sannleiksandinn, útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Svo fyrsta þjónusta heilags anda að vera andi drottins til að draga okkur aftur til Jesú. Og svo það þarna andi vísdóms. Og heilagur andi gefur okkur visku, hann opinberar okkur hvað sannleikur og hvað villa. Og þriðja lagi andi skilnings, að þegar við lesum Biblíuna það heilagur andi sem gefur okkur skilning, eins og Jesús sagði í Jóhannes 16:13, en þegar hann kemur andi sannleikans mun hann leiða yfir í allan sannleikan, hann gefur okkur skilning. Og hann andi ráðspeki, að þegar þú þarft að ráðgjöf frá Guði að halda, kemur þú og þú biður til Guðs og heilagur andi opinbera þér. Hann snertir við þér í ákvörðunartökum lífsins. Hann andi kraftar eða styrks, að þegar við getum ekki horfst í augu við árásir óvinarins, þá þurfum við kraft frá og styrk hans og andi þekkingar. Og við höfum þörf fyrir þekkingu til að geta tekið réttar ákvarðanir, þekking á orðinu. Og hann andi ótta drottins, hvað þýðir það? Orðið ótti felur ekki í sér að við þurfum að vera hrædd, það snýst virðingu. Svo heilagur andi stöðugt að draga okkur til að bera þessa djúpu virðingu fyrir Guði. Þannig að hinn fullkomna þjónusta heilags anda að opinbera Jesú og gefa okkur visku lífið, orð Guðs, til að gefa okkur skilning á okkar eigin eðli og skilning á rétt og röngu og synd og til að gefa okkur ráð, gefa okkur kraft og veita okkur þekking á sannleikanum og leiða okkur til daglegar virðingar fyrir Guði. En snúum okkur aftur þarna á versunum 4 og 5 í Åpenbararbókinni. Náð sé miður og friður frá honum sem og var og kemur. Það hinn eilífi faðir og frá öndunum 7, það heildar þjónusta heilags anda og svo það frammi fyrir hásæti hans og frá hverjum öðrum, frá Jesú Kristi. Svo hér hefur þú föðurinn, soninn og heilagan anda, Guðdóminn. Og það segir þarna og frá Jesú Kristi sem votturinn trúi. Og hvað þýðir það að Jesús sé votturinn trúi? Og ef þú vilt vita hvernig faðurinn ríttu þá á Jesú.
og horfðu á Jesú. Jesú opnar augu blindra og eyru daufra, hann snerti lamaða og þeir læknuðust. Faðirinn vill bara það besta fyrir okkur og Jesús kom til að gefa okkur lífi fullri gnægð. Jesús vottar náð, gæsku og fyrirgefningu föðurins. Þannig að ef þú vilt vita hvernig Guð mundu eftir því sem Jesús sagði í Jóhannesar Guðspjalli 14, 9. versi við Filippus. Ég hef verið með þér alla þennan tíma en þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Guð ekki einhver hefnigjarn einræðisherra. Guð opinberaður í Kristi. Guð með faðminn opin fyrir þig og mig. Hann til okkar í kærleika. Það það sem Jesús vitnar Og svo kemur hann svolítið merkilegt að hann segir að hann frumburður dauðra. Og hvað þýðir það að hann sé frumburður dauðra? En Móses, hann var reistur upp frá dauðum löngu áður. Og Jesús, hann reisti líka fólk upp frá dauðum. Og hvað reisti hann ekki Lazarus upp frá dauðum, til dæmis? Og þú flettir í gegnum reikningarnar og finnur fjölda tilvika þar sem fólk var reist upp frá dauðum. Og orðið frumburður hér frumburður ekki í skilningi tíma heldur í skilningi mikilvægis. Til dæmis í Biblíunni hafa sagt í Sálmi 89:28 að Davíð, hann hafi verið frumgetinn sonur Ísai. En hann var 7. sonurinn. Og af hverju hann sagði að vera frumburður? Og það vegna þess að frumburðurinn hafði öll forréttindi föðurins. Og frumburðurinn, hann fengi arfinn. Þannig að Davíð hann var æðri bræðurinn sínum. Hann var sá sem Samúel valdi, smurði með olíu til að vera konungur. Þannig að þegar við skoðum þetta í þessu samhengi, þá Jesús frumburður frá dauðum. Það væri engin upprisa frá dauðum ef Kristur hefði ekki risið upp frá dauðum. Hann reis upp frá dauðum því að hann hefur lífi sjálfum sér. Og hann sagði, ég legg líf mitt í sörurnar svo að ég fái það aftur. Svo hann frumburður frá dauðum í þeim skilningi. Og svo segir hann að hann elskar oss og leysti oss frá syndum vorum með blóði sínu. Og Opinberunarbókin, hún leggur áherslu á okkar friðþægingu. Við komum til Krists og við finnum í honum náð. Og við komum til Krists og við finnum í honum þann sem elskar okkur og þvær okkar að syndum okkar í sínu eigin blóði. Þannig einhver ástæða til að hugfallast? Einhver ástæða til að grafa höfuðið í sandinn? Alls ekki. Ég þjóna Jesús sem elskar mig og þú sést niðurdregin og finnur fyrir einmanaleika, verður fyrir vonbrigðum, þá elskar hann þig. Og jafnvel þó öllum sé saman þig, þá elskar hann þig. Og þess vegna getur Páll sagt í Rómarbréfinu 8:1, nú því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Við erum þvegin í Kristi og sektarkennd okkar horfin. Og þegar við erum í Kristi þá engin fordæming. Ef það eitthvað í þínu lífi sem að plaga þig, komdu þá með það til hans sem elskar þig og getur gefið til lausn. Og við komum til Kristi eins og við erum, en við verðum ekki áfram eins og við erum. Nú ég sé að þetta að taka svolítið lengri tíma heldur en ég held, þannig að ég að spá í að hvort að ég held ekki bara áfram með þetta næst, sýnist þessi bara ekki svo vitlaus hugmynd. Þegar ég sé að ég búin að tala í hálftíma. Það bara alveg ágætið skammtur fyrir einn kvildadag. Þannig að ég ennþá með alveg nóg efni til að ég geti tekið saman fyrsta kafla áfram. Það verður þá eftir 2 vikur, því að Steini verður hér næst. Ykkur frábæran boðskap. Og þannig að ég bara ætla að láta þetta duga í dag og bara höldum áfram næst. Takk fyrir.